Ég amma mín. Ég svolítið eins og þú, við erum manneskjur, en samt erum við alls ekki eins. En hversu mikið erum við eins og af hverju erum við ólík? Rannsóknir sýna að erfðaefni manna það bil 99,9% eins, sem þýðir að það eingöngu 0,1% ólíkt. Í DNA-keðjunum má finna staði þar sem að röð DNA-kirnana ekki eins milli einstaklinga. Þetta köllum við erfðabreytur. Þessar erfðabreytur hafa orðið til vegna afritunar villna á erfðaefninu og kallast stökkbreytingar. Áhrif margra þessara stökkbreytinga eru lítil sem engin eða ekki þekkt, en sumar þeirra valda því að menn hafa mismunandi eiginleika og útlitseinkenni. Spurning hvort einhver þeirra gefi ofurkrafta. Þessi erfðabreytileiki mikilvægur fyrir allar tegundir lífvera því það gerir tegundina hæfari til að mæta ólíkum áskorunum. Erfðabreytur erfast frá foreldrum til barna, en það ekki alltaf sem einkenni koma fram í afkvæmi þó erfðaefni frá foreldri segir til það. Mamma til dæmis með freknur en pabbi ekki. Ég með freknur eins og mamma en systur mínar ekki. Pabbi með blá augu en mamma brún. Systur mínar eru bláeygar en ekki ég. Hvernig stendur á þessu? Á litning frá föður og litning frá móður eru samsvarandi gen sem segja til samsvarandi eiginleika, til dæmis lit augna. Svo talað að ákveðnir eiginleikar séu ríkjandi en aðrir víkjandi. Til að ríkjandi eiginleiki komi fram í afkvæmi þarf aðeins að erfa hann frá öðru foreldrinu, en til að víkjandi eiginleiki komi fram þarf hann að erfast frá báðum foreldrum. Blá augu eru dæmi víkjandi eiginleika sem þýðir að pabbi minn erfði hann frá báðum foreldrum sínum. Mamma með brún augu sem þýðir að hún þurfti bara að erfa það frá öðru foreldri sínu. Ég veit að það var amma mín því hún var brúneig en afi var bláaugur. Mamma erfði því gen sem sagði til brún augu frá ömmu en samsvarandi gen sem sagði til blá augu frá afa. Þar sem brún augun eru ríkjandi þá mamma brúneig. Kíkjum aðeins á líkurnar á því að fólk eins og foreldrar mínir eignist bláeygð börn. Annar einstaklingurinn, í þessu tilviki móðirinn, það sem kallað arfblendin. Erfði gen fyrir brún augu frá öðru foreldri sínu en gen fyrir blá augu frá hinu. Brúnu augun eru ríkjandi og koma því fram í einstaklingunum. Hinn einstaklingurinn, faðirinn, bláeygur og hefur því erft það frá báðum foreldrum sínum og það sem kallað arfhreinn. Allar sæðisfrumur föðursins með gen fyrir blá augu en helmingur eggfrumna frá móður. Genasamsæta barnanna gæti því orðið eftirfarandi. Það því helmingslíkur á því að barni verði bláeygt og helmingslíkur á að barni verði brúneygt. En hverjar eru líkurnar á því að tveir brúneygðir foreldrar sem erfðu það einkenni aðeins frá öðru foreldri sínu eignist barn með blá augu? Helmingurinn af eggfrumu móður hefur genið fyrir brúnaugu og helmingur sáðfruma föður. Hinn helmingurinn hefur svo genið fyrir blá. Afkvæmin sem gæti orðið til geta þá orðið svona. Þar sem brún augu eru ríkjandi þá kemur einkenni fram í 3 af 4 afkvæmum, en 1 af 4 fær blá augu. Það sem sagt í þessu tilviki 25% líkur á að víkjandi einkennið komi fram í afkvæminu. Takið eftir því að það 25% líkur á því að afkvæmi verði arfhreint fyrir brún augu. Það þýðir að þessi einstaklingur mun erfa öll sín afkvæmi af þessu geni og þar sem það ríkjandi ættu einkennin að koma fram í öllum hans afkvæmi. Að þessu öllu sögðu rétt að taka það fram að eiginleikar okkar ráðast ekki í öllum tilvikum bara af stökum genum, heldur oft samspil margra gena að ræða og svo hefur það umhverfi sem einstaklingar vaksa upp í mikil áhrif. Þetta samspil getur verið mjög flókið, en það ljóst að við að stórum hluta amma okkar.